Ég var mjög kvíðin sem barn, fékk magasár og svo ung, kringum 11-12 og var alltaf mjög meðvituð allt, öll vandamál heima og allt þetta og einhvern veginn gerði ekkert í því. Þannig að þegar ég fór í fyrsta skipti til sálfræðings og hún greindi mig með þunglyndi og ég fór að segja vinum mínum þá trúði mér enginn. Þú með þunglyndi, nei, það getur ekki verið. Þú ert alltaf svo glöð og ert alltaf til í allt og allt það. En svo skildu foreldrar mínir. Ég vildi ekki sýna þeim hversu döpur ég var. Ég vildi vera kletturinn þeirra og systur minnar. Þegar ég var komin nóg að því hvernig mér leið, hvernig ég leit út og langaði bara að fá aðstoð þá leitaði ég til heimilislæknisins míns og þegar við ræddum saman þá sagði hún að Virk ætti best við mig. Virk var akkurat það sem ég þurfti. Það að vera komin í Virk og búin að tala við þennan ráðgjafa. Bara leið að ég kom heim þá var svo mikill léttir. Og ég bara vinn í mínum málum 3 daga í viku í sjúkraþjálfara, mæti vinnu klukkan 1 til 4, kem heim og ég hef orku í að gera eitthvað heima. Ég á mér íbúð loksins, stað sem ég á, bara það að flytja inn og eiga eitthvað, bara heimili, þetta er mitt heimili. Það var þvílík og léttir líka. Já, ég er svo snögg að grípa það að í dag var slæmur dagur. Ég er snögg að grípa það að núna er þetta að fara rangt og ég er snögg að snúa því við. Bara, já, ég kann að vera ég kann að lifa lífinu.